Komið sæl og verið velkomin í Kvöldljós. Ragnar heiti ég og ég verð hér í kvöld með góðum gesti. Ég vil byrja á því að þakka þér fyrir að vera með okkur í kvöld, þakka fyrir bænirnar og hvatninguna, það er alveg ómissandi. En þessi þáttur verður ekkert öðruvísi heldur en aðrir með það að við viljum draga fram þau lífsgæði sem felast í því að vera sáttur við sjálfan sig, sáttur við aðra og sáttur við skaparann sinn. Það er svona, þá erum maður á góðum stað. Hvernig maður fer að því, það er svona það sem við erum alltaf að fjalla um á þessum þáttum og til þess að tala um það í kvöld, þá er hann komin hérna, hann Helgi Guðnason, verður velkominn. Takk að þið fyrir. Er ekki gott að vera sáttur við þessa þrjá persónur? Jú, það er bara, það verður ekki betra. Það verður ekki betra? Nei, það verður ekki betra. Nei. Herðu, já, ég bara vil þakka þið fyrir að hafa þykir svona vel í að koma í þáttinn. Takk fyrir að bjóða mér. Já. Og ég er viss um það að áhorfendur eru mjög spenntir fyrir því að vita hver þessi ungi myndalegi maður er. Já, það var að tala um hvern annan. Myndalegur? Nei. Jú. Við það bannaði skrökva hérna. Já. Heyrðu, ég heiti Helgi Guðnason og ég starfa í Fíladelfíu, er þar aðstoðarforstöðumaður og það er svolítið langur titill. Og Er ekki þetta stytta hann? Já, byggilega. Prestur er stutt orð en svona guðfræðilegum ástæðum, það er umdeilt. En ég samt heiti, það er líka aðstoðarprestur. Já. Og þetta er svona eins og í þjóðkirkjunni að þá er oft sóknarprestur og svo prestur. Já. Þá er ég satt ekki sóknarprestur, ég er prestur. Nei. En við erum satt tveir, ég og Vörður Traustason. Og þar starfa ég og þá veistu svolítið mín svona kirkjulega bakgrunn. Já. Og ég haldi bara áfram að segja frá mér. Já, sko, gefum við kannski það bara, ef þú segir einhverja fréttir úr Fíladelfíu, ætlum ekki að hafa það mjög langt, sko. En mér skilst að það sé mjög blómlegt starf. Já, það er nóg að vera. Og til dæmis bara nú helgina var að ljúka haustmóti, sem við höldum alltaf hverju ári. Og erum svona að læra það að ef maður vill fá eftirsótta prédikara, þá þarf að bóka á með meira en árs fyrirvara. Og það var mjög uppörvandi og vel sótt og bara margir mjög snortir eftir það. Og þetta er einn af þessum föstu punktum og var mjög uppörvandi. Og vorum þar með gest Lee Grady heitir hann, var ritstjóri Karisma, mjög þekkt svona kristileg tímarit. Og svo eru náttúrulega alltaf í dag eru 3 samkomur á sunnudögum. Það er fjölskyldusamkoma alltaf kl. 11 og svo erum við samkomu á ensku, Alþjóðakirkja. Og þar kemur saman fólk af öllum þjóðernum. Og ég hef oft hugsað ef Sameinuðu þjóðirnar sæju það sem við erum að gera. Við fáum fólk frá löndum sem eru í stríði og hafa aldrei verið vinir og þarna kemur það saman og er bara fjölskylda. Og það er yndislegt og uppörvandi. Og er þetta fjölsótt? Það er, já, tiltölulega. Það hópurinn, kjarninn er tiltölulega stór en út af bara breyttu efnahagsástandi þá þarf fólk að vinna svo mikið að fólk kemst ekki hvern sunnudag. En þetta eru alveg svona, kjarni upp á 60 til 80 manns sem er kjarni, en það er kannski að mæta svona á sunnudegi, svona 30 er ekki óeðlileg mæting. Nei. En svo getur það að fara upp og getur að fara niður. Já. Og þetta er starf sem búið að vera nokkuð lengi í kirkjunni. Og svo, þú ert með það? Já, ég og kona mín tókum við því, það var kona sem setti af stað, þetta er Alda Hauksdóttir og hún ýtti í svona úr vör. Og ég held að sé ábyggilega rétt hjá mér að 5 ár síðan ég og Kristín tókum við því. Ég er ekki alltaf bestur í að reikna árin. Nei, enda þurfum við ekkert að vera að það. Nei, en það er einhver ár síðan. Og svo erum við nýbyrjuð með kvöldsamkomur, klukkan alltaf 6 og hugsunin þar er svolítið að ná þessum hópi sem virðist, mætti kalla týnda kynslóðin. Það eru margar kirkjur og mér skilst því flestar kirkjur eiga erfitt með að ná inn fólkinu sínu sem er frá svona 20 og upp í rétt yfir 30, upp í 35 ára jafnvel. Þetta fólk skila sér ekki vel á samkomur. Og við erum ekki að segja því til lasta, við þurfum að laga eitthvað til að þessi hópur... Þú ert ekki að skamma það? Nei, alls ekki. Ég er á þessu aldurspili. Ég mæti samt á samkomur. Þannig við, og þetta eru svona ljúfar samkomur, að þegar við vitum að það eru systkini í öðrum kirkjum sem eru með samkomur fyrir svipaðan hóp og þar er meiri svona fjör og svona keyrsla. Og mér finnst okkur alveg óþarf að fara í samkeppni. Þannig að við erum að reyna að hafa stílinn á það sem vilja kannski rólegri samkomu og svona reynum að höfða til þarfa þessa hóps. En þið eru þá að bara höfða til ungs fólks, ekkert endilega fyrirverandi safnaðarmeðlim eða eitthvað svoleiðis? Nei, og ég held að allt heilbrigt kristilegt starf, það er alltaf með trúboðsvinkil.
og við erum svona að móta þetta er eins og því nýbyrjað. Já. Og minn draumur sá að reyna að ná inn, sérstaklega þegar maður sér í dag, sko, að það fara eiginlega flestir í háskólan. En það ekki mikið kirkjur sem að ná þar inn og þá við sko hóp, þetta eins og svona, allir bara sammála að þetta sé óvinnandi vegur eða eitthvað sko og maður veit alveg að það áróður gegn kristinni trú mjög víða, beint og óbeint, lint og ljóst og trú kannski alveg að bara kristinni trú þannig að margir kannski veigra sér við að fara hann inn en ég bara, mér finnst það svo spennandi áskorun. Þetta virka? Já, þetta nýlega byrjað og það hefur verið svolítið vaxandi hópur og við erum ennþá að móta það, en það samt hafa verið kannski 30-50. Segðu mér, gefðu mér aðeins mynd af þessu. Það þess að opna klukkan 6, eða þú veist það, þetta bara byrja samkomu klukkan 6 með lofgjörð og predikun. Hvað langa? Sko, lofgjörðin svona hálftími, 35 mínútur. Það ekki svolítið langt? Það kannski svolítið langt. Ég skal alveg viðurkenna, ég verið að hugsa undanfæri, kannski það svolítið langt og kannski frekar að skeytin eftir ná. Þú ert komin og ert búin að ná samböndu heila landa á svona 15 mínútur. Já, ef lofgjörðin góð, sko. Já, hún áverð að gefa okkur það. Já. Já. En svo kemur predikun. Predikun og þá... Ert þú með hana? Ég hef mikið fyrir með það. Já. Og þá hefur áherslan verið sko öðruvísi en á venjulegri samkomu. Að Biblían þetta til grundvallar, en til dæmis vorum við með seríu daginn sálina. Já. Af því það ekki mikið tala sálina í dag, þó að læri sálfræði, þá það ekki endilega mjög andlegum grunni. Og bara tala þarfir sálarinnar. Já. Og sko það hef ég ekki gert á samkomu klukkan 11, að þetta kannski meira svona, eiginlega predikun á hvolfi. Í staðinn fyrir að byrja með biblíuteksta og tala bara mikið textan og svo með heimfærslu, að þá miklu meira talað bara hvernig þetta á við daglegt líf og talað kannski meira út frá reynslunni okkar. Raunveruleika guðfræði? Já, kannski maður kalla það það. Glæsilegt! og svo enduðu seríun á því að ég hélt þetta væri kannski eitthvað, ég væri að brjóta einhvern ís en svo skildist mér þetta var eitthvað sem hefði oft verið gert. Ég notaði bíómynd í predikunni. Já. Þar sem að sko eiginlega sýnir hvað gerist þegar sálin svelt, þessar þarfir sálarinnar sem voru fyrsta lagi bara átt að við séum sál, að við séum andleg, við erum ekki dýr, veist, og það til dæmis. Sko, þetta grundvallar hugsun í samfélaginu, að við séum bara dýr sem kunna tala. En það ekki þannig. Veist, við vitum, við erum öðruvísi en dýrin. Og við erum sál, við erum andleg og við þurfum meira en bara, við erum ekki sátt við bara að borða, lifa, fjölga okkur og eiga heimili eitthvað staðar. Það eitthvað hróp innra með okkur. Og við tölum nauðsyn þess að sko vita hver þú ert. Það álítið mannréttinda börn viti hverju foreldrar sínir eru, sem mjög merkilegt. Af hverju það mannréttindi? Af því það bara þráð þurfum að vita hver við erum. Og það kemur frá því að vera sköpuð í Guðs mynd. Við erum að endurspegla eitthvað. Nú ég farin að predika. Já, ég ætlaði að fara að hasta á predikanandan í þér. En eins og ég tók bara fyrir svo þessa þætti. Já, sem mjög spennandi. Mér finnst þetta vera mjög spennandi. Já, og hvað predikunum löng? Ég reyni sko alls ekki meira en hálftími. Nei. Alls ekki mikið meira sko. Nei. Og maður veit samt sko ef að predikun að ná til fólks, þá tíminn aðeins afstæður, en maður samt að vera auðmjúkur og ekki ætla sér að maður sé svo stórkostlegur að geta leyft sér 1,5 tíma. Nei. En maður svo reynir svona hálftími, ekki mikið meira. Já, svona horfir til 20 mínútur þá að fara í hálftíma. Já, einmitt. Og svo í lokin, lokið það? Já, við höfum haft svona létta lofgjör og reynt bara samfélag. Já. Bara eins og daginn þá horfðum við á bíómynd eftir samkomu. Sem ég held að væri ekki kristileg bíómynd svo sem, en sem var sýnt úr í predikuninni. Og horfðuð á heila bíómynd og eftir? Já, pöntuðum pítsu og seldum gegn vægu gjaldi og bara, það var mjög gott. Þetta spennandi. Já. Herðu, svo veit ég náttúrulega fullt af alls konar kódmót og Roy Renses og bara, ég veit ekki, nefndu þetta bara. Það kirkjan nýtt, húsnæðið nýtt. Já, það mikið að vera. Já. Og það næstu hjá hverju kvöldi í miðri viku sem ég gæti verið nýri kirkju. Já. Það sko alfa á 3 dögum og biblíustara á miðvikudögum og svo við erum bænastundar á 50 dögum og úlingasamkour. En á venjulegu virkundegi ekkert að gerast í kirkjunni eða hvað? Á venjulegu virkundegi? Já. Jú, það sko, ég áttu við bara yfir daginn. Já, yfir daginn. Yfir daginn, það ábyggilega 2 í mánuði, samverið fyrir eldri borgara, á 50 dögum klukkan 3.
ef fólk veit þetta meira, þá best að samband til skrifstofuna. Ég man ekki alveg hvernig þetta er á dagatalinu. En það sem ég bara að draga fram, það lifandi starf í kirkjuhúsinu. Já, það er hálfa væri nóg. Sko, það mikið starf og mikill hugur í fólki. Já. Og maður finnur það, sko, það hefur verið sótt að trú, kristinni trú sérstaklega, og maður finnur bara kristið fólk, sko, allavega, og ég trúi þess ekki bara innan okkar raða. Við erum bara svolítið, sko, við finnum bara, nú spyrnum við við. Já, það nú alveg óhætt. Já, því óhætt. Já. Og bara kirkja Jesú Krists í sókn. Já. Og á að vera í sókn. Já, flott. Ég vildi heyra þetta. Já. Þá erum við búin að tala nógu þig og þig sem aðstoðar forstöðumann. Já. Og en segðu okkur þá bara hvernig, ef þú bara byrjar frá upphafi. Já. Ég vissum það að fólki spennt á að vita allir hverju afiðin er. Já. Var sig. Já. Og ég, einhvern veginn var það að reikna á þetta, en ég sett til Hvítasunnu og ég eiginlega bara, sko, afsprengi Hvítasunnuhreyfingarinnar. Og marineraður þar alveg. Gjörsamlega. Ég í 5. ættlið. Já, Hvítasunnumaður. Og langama mín, hún var einn af stofnmeðlimum Betelsafnaðarins Vestmannaeyjum, sem var nú fyrsti Hvítasunnuhöfnuðurinn. Og svo sonur hennar, það Einar Gíslason, sem var afi minn. Og hann var forstöðumaður í Betel í Vestmannaeyjum í ábyggilega held ég 20 ár, frekar 15. Og svo í Fíladelfíu Reykjavík í 25 ár, fram til ársins 1990. Og hann, ég held að vita nú flesti hver hann er og mjög margir sem að, sko, fólk svona kynslóð foreldra minna og þar í kring, sem segir mér frá því, sko, leið og við hver afi minn er. Já, ég man, við sögnumst alltaf sama við útvarpið þegar það var messa frá Fíladelfíu og hlustum á afaðinn. Og fólk, sko, þó það hafi ekki verið Hvítasunnumenn þá þóttu það greinlega vænt það svona heyrði. Já. Hann svona, það sofnuðu ekki margir undir predikunum hjá honum, hef ég heyrt, og ég muni lítið eftir honum sjálfur. Og svo foreldrar mínir að þeir störfu mikið í söfnuðinum. Guðni Einarsson, sonur Einars, Guðfinna Helgadóttir. Og hún dóttir Helga Hallarssonar, sem var skipherra í Landhelgisgæslunni og margir vita hver var. Og hann var nú einhver að segja að það nú ekki allir sem eiga, sko, 2 afa sem hafa gefið út ævisögur. Þannig að ég get lesið það og sem myndir aðeins. Og þannig að það svo sem ætti að vera mér í blóð borið að vera svona, hvað segir maður, pínu kommandir, sko. Að Gústa svolítið Einari afa, hann forstöðumaður, og hann auðvitað var, sko, líka raklengi útgerð með bróður sínum í Vestmannaeyjum. Var vélstjóri og svona, rak áhöfn. Og Helgi afi líka, sem ég nú nefndur eftir. Og ég held ég sé nú, kannski þetta ekstra þarna undir niðri, sko. Ég ekki, ég held ég sé ekki sá stjórnmesti í heiminum, held ég. En þetta samt þarna, þegar kemur að hugsjóninni, sko, því sem snýr að kirkju Jesú Krists, þá kannski kviknar einhver eldur. Já. En eitthvað erfitt að standa undir því að vera sonur Einars? Mér fannst það fyrst. Já. Fyrst fannst mér það mjög erfitt, sérstaklega vegna þess að við erum ábyggilega ólíkir, sko, í fasi, eða, eins og ég segi, sko, hans predikanir, hann gustaði á honum. Og hann vitnaði oft í Passíusálmanna sem segir, sko, að boðuninni var skýr, sko, lík hvellum lúður hljómi. Og hann fór alveg upp á háa séð og, keyrði boðskapinn í gegn. Það svona rólegra yfirbræði mér og ég er meiri svona spjallari. Varstu einhvern tímann að reyna að vera Einar Gíslason? Ég held bara nei, og það kannski skilaði uppeldi sér, manni var bara kennt. Já. Sko, þú ert bara þú. Já, flott. Og þú þarf bara að kenna, og Guð notar þig eins og þú ert. Já. Og svo það bara líka þannig, maður sér svo fljótt í gegnum það þegar fólk að fara í hlutverk. Og ég hugsa með mér, ég hvað sem ekki til að ganga í augun af fólki. Ef að Guð hefur gefið mér orð, þá það bara orðið sem skiptir máli. Og ef Guð hefur valið að gefa mér það, þá bara vissi hann hvernig það borið fram. Og auðvitað maður alltaf að vaksa og læra. En mér fannst mjög erfitt að, sko, hvað segir maður, stíga út úr þessum skugga eða, já. En hvar ertu uppalinn? Ég er uppalinn, sko, fyrst í Vesturbænum í Reykjavík. Já. Og Ásvallagötunni. Lék mér þar í kirkjugarðinum. Sem skilst að sé kannski ekki mjög góður staður í dag fyrir börn að leika sér í. Og svo flutti ég mjög snemma upp á Kjalarnes með foreldrum mínum. Og bjóð þar og kynntist alvöru íslensku veðri.
og naut þess í botn. Gerist ekki betra. Gerist ekki betra. Og mér þykir vænt svona vetrastorma og ófærð, mér finnst það yndisleg. Svona yfirleitt. Og bjóð þar alveg bara það til ég flutta heimann. Já, og náttúrulega þá var sjálfsögðu hlutur að mæta í kirkjuna og taka þátt í öllu þessu. Já, kirkjustarfi var alltaf mjög, maður hálf upp alinn í Hátíðin 2. Já. Pabbi og mamma ráku forlagið í Fíladelfíu lengi og það var oft sem við vorum sótt í skólan og bara beint niður í kirkju og borðum kvöldmat þar og svona kringum jólin, þá bara bjuggum við niður í Fíladelfíu. Nú, var svona mikið að gera þá eða? Já, út af útgáfunni. Pappa og mamma þau gáfu út, ég held að það hafi verið 15 titlar á ári eða eitthvað. Já. Þetta var mjög blómlegt starf og mjög mikil vinna. Já. Og svo þetta voru í öllu öðru líka. Pabbi, ég túlka oft erlenda predikara og tek þar við það í arf frá pabba mínum. Já. Hann hefur túlkað mikið. Hann hefur túlkað mikið. Og hann var ofta að túlka eða predika eða spila. Ég er svo sem ekki alveg tónlistargenið. Nei. Það mjög víða í kringum mig samt. Það kannski skilaði bara því til minna barna til þar. En og ég elst upp við mikla trú og það sem hefur mest kannski mótað mig og ég passa mig í predikunum og svona, ég alveg legg áherslu á það að það er ekki sunnudagsskólinn og það er ekki, þó að hann skiptir máli og það er ekki samkomusóknin. Það sem mótar mig mest það er að þegar fjölskyldan stóð frammi fyrir einhverju ákvörðun eða komum við eitthvað vandamál að þá bara settist við öll saman niður, pappa og mamma sögðu okkur frá því og svo bara báðum við. Og bænasvörin sem kom, ég man einu sinni var ákveðið mál sem kom upp og við vissum að snert okkur öll, þannig að við pappa og mamma sögðu okkur frá því og svo báðum við. Og ég man ekki hvort að við vorum búin að segja am eða hvort það var alveg komið amen, þá hringdi síminn. Og það var hinn ólíklegasta lausn á því vandamáli. Og það listist bara 1, 2 og 3. Og þetta, að alast upp við bæn. Já, við bæn. Já, að eðlilegt að biðja. Já. Eðlilegt að fá bænasvör og allt það. En þegar bænasvörin kom ekki, hvað þá? Já, þau komu. Það var bara þannig. Það var bara þannig. Það var, já. Guð, og þau komu ekki alltaf eins og maður bjóst í þið, en þau komu. Þau komu. Og ég vissi alltaf hvar Biblían var heimiluð því hún var lesin. Já. Hún var lesin á hverju mótni. Og fyrir jól á aðventunni settist niður og það var smá stund. Þannig að ég elst upp við þetta. Og ég fer á, eins og segi, ég veit ekki alveg hvenær tók ég við Jesú Kristinn í líf mitt. Ég bara ólst upp með honum. Já. Og þegar ég er svona 12 ára gamall, að þá fer ég á barnamót eða krakkamót. Ég man að þetta var síðasta barnamótið sem ég mátti mæta á. Og þar mætti ég Guð á mjög öflugan hátt. Þetta er mjög svona, mjög sterka upplifun. Og það varð ákveðin kúvending á mínu lífi, þannig ekki, það var alltaf mjög svona merkisteinn. Og þá fór ég að lesa Biblíuna sjálfur, fór að biðja meira og fann mjög fljótt fyrir svona, það var á svona móti sem einhver kom til mín og sagði, já, mér fannst Guð, ég horfði á því að koma upp spurning, áttu köllun? Og ég, eins og sé, 12 eða 13 ára og maður svona, nei. Sagði, já, mér finnst bara að biðja fyrir því og ég bið og mér finnst Guð svona gefa mér ákveðið svar að bara ég er boða trúna og ég var þannig upp alinn, ég segi, já, ok, Guð, þetta er frá þér að þá gefur mér vers til að svara mér. Já. Ég fór og fékk eitthvað staðar lánaða Biblíu eða náði Biblíunni mína, maður ekki hvort það var og opnaði hana bara eitthvað staðar í trú og lendi inn á bók sem ég hafði aldrei heyrt um. Það var nú áður en Apókrýfurnar kom inn, þannig að þetta var biblíuleg bók. Og fæ þar vers sem ég hefði aldrei lesið en alveg hittir beint inn í bara, og í rauninni kjarninn var taktu orð Guðs til þín og ég mun nota þið sem minn boðbera. Og ég tók þessu sem staðfestingu og hef lifað síðan mjög meðvitaður að Guð hafi kallað mig til að þjóna á þennan hátt, að boða hans orð. Og ég varð mjög virkur þá, bara til dæmis í skólanum. Ég var nú pínu svona eins og krakkar eru á þessum aldri, svona pínu fundamentalisti kannski, svona svarthvítur og ekki fyrir sveigjanlegur og var ábyggilega mjög leiðilegur stundum í svona umræðum í tímum en lét að mér kveða og kannski, já, eins og segi, var ekki hræddur við að tala um trú mína eftir sérstaklega, og það kannski kom með þessari upplifun, svona djörfung og síðan bara halda árin áfram og kannski svo ég komi nú að því sem að
var síðan svona seinni vendipunktur, það allt í blóma og svo fer ég að vinna eins og öllum Íslendingum sæmir, fyrir fyrst í sveit, 15 ára gamall, sótti það fast að komast þangað og fór í sveit og svo fór ég til sjós árið eftir á varðskipin eins og Helgi afi minn og var það 2 sumur og það sem gerist seinna sumari, þá er ég orðinn held ég 18 ára, eða hvort það var 18 ára mitt, að þá var nú eins og kannski orðið fyrir af íslenskum sjómönnum sko, þó að sjómenn sé ekki allir saman hvort það var skipsmenn séu miklu sjómenn, maður fikk náttúrulega heyra það öðrum sjórum, þetta verður bara eitthvað sápukúlu sjómennska. En við erum á sjó og við björgum þeim þegar þeir lendi í sjávarháska, þá gera ekki mikið grín af okkur. En hérna þar var í land og það var svona lagt að manni sko, taka þátt í einhverju sumbli og svona. Og þó ég hefði alist upp í mikla trú og þó ég hefði hérna þekkt Jesú Krist og ég var mjög grundvallar á mörgu leyti, að þá svona læt ég þetta undan þessum þrýstingi og ég bara, já, fer þarna á einhvern fyllir bara með þeim sem voru með mér í áhöfninni og þeir voru nú margir sko mjög nálægt mér í aldri. Það var mjög ung áhöfn, það var kannski það sem að gerði, ef það alltaf verið einhver menn á aldur við sko pappa minn sko, þá kannski þetta ekki verið mikið freisting. Og það sem gerist þá er að ég fæ svo mikið sjokk að því að sko Guð, já hann hefur kallað mig. Jú, Guð ætlar að nota mig og Guð hefur gefið mér svo mikið. Og og ef ég bara er alveg hreinskilinn, ég held að ég hef innst inni hugsað að ég er svo miklu betri en þetta. Ég er betri en það að fara í eitthvað fráfall eða ég er yfir það hafinn, það var kannski líka. Ég lendi ekki í þessu. Veist, allir aðrir, já, en ekki ég. Og það sem gerist er sko, ég missi aldrei trúna. Ég eiginlega bað Guð að hjálpa mér út úr þessu eða svona. Fór þetta ágerast eitthvað? Eða? Já, það sem gerist var að í rauninni ekki sko, áfengið. Ekki beint sko, ég bara, það komin inn eitthvað synd, eitthvað sem gerðist, sem ég get ekki gert upp. Og jú, það er svo sem, það gerðist alveg að þetta gerðist oftar einu sinni, yfir sumarið og svo fer ég í skólan og hitti þar vini mína og þeir frétta þessu sko, núna, að því að ég var náttúrulega alltaf þessi sko hvítvegni og saklausi, drengur, kirkjudrengur. Og þannig jú, ég fer nú eitthvað svona með þeim líka og það sem gerir svo kannski er og verra, að þetta fer út í hérna, og ég var kannski veikur fyrir út af mínum áhugamálum, áhugasamum reggaetónlist og karibíska hafið og svona og var í MH sem hefur orðað sér fyrir kannabisneyslu, að ég leiðist út í það og það nú kannski ekkert að fjölir það en það sem gerist bara er þetta að ég fell í þessa synd og eiginlega verð bundinn. Ég hef ekki kraft í sjálfu mér til þess að hætta þessu. Varstu þá farin að nota kannabisefni þá mörgum sinnum í viku? Já. Alveg mörgum sinnum í viku og mér er ennþá spurt sko hvernig ég hafði efnað því. Það er ótrúlegt sko, því ég var nú ekki mjög efnaður námsmaður. En það er svona einhvern veginn, gekk og ég reyndi sjálfur að, eins og segi, stoppa og bremsa með það en gat það ekki. Og það sem ég gat heldur ekki gert, út af stolti og út af bara minni sjálfsmynd eða ég gat ekki beðið um hjálp. Ég gat ekki játað þetta fyrir foreldrum mínum. Ég gat ekki játað þetta fyrir neinum í kirkjunni fannst mér og ég reyndi að halda fronti, ég reyndi að mæta í kirkjuna og gera allt eins og allt liti vel út en var bara algjörlega dauður að innan. Og ég hef oft sagt það sko, ég hef aldrei skilið að þegar fólk segir að það við prófað að biðja en það var eins og að tala við vegg. Sko þarna upplifði það fyrsta skipti að biðja og tala við vegg af því að ég vissi hvað ég þurfti að gera til að losna. Ég þurfti að játa sannleikann. Og að játa sannleikann var of stórt fyrir mig af því að það þýddi það að ég þurfti að brjóta niður eða eyðileggja þá ímynd sem fólk hafði af mér. Fólk hafði þá ímynd að ég væri þessi góði strákur og lala, allt það. Og svo gerist það eftir svolítinn tíma að ég gefst upp, liggi í rúminu mínu og ég segi bara Guð, sko, sama hvað þarf að gerast. Þó ég þurfi, af því ég get ekki játað þetta. Ég veit að það þarf að komast upp svo ég geti losnað, þú verður að gera það. Og ég var bara, í huganum bara, sá ég mig fyrir mér í aftursætinu á lögreglubíl, handtekinn við að kaupa fíkniefni eða eitthvað. Og ég var alveg tilbúin í það. Mér var bara, mér er sama svo lengi sem ég losna. Og mín afstaða var algjörlega þessi, mér er sama þó þú notir mig aldrei neitt. Þó að allt þetta sem að ég hafði stefnt að gerist aldrei, bara ef ég get átt frið við þig. Og þá upplifi ég eins og bara sé skotið úr herberginu. Ég fann bara að það gerðist eitthvað og ég var eiginlega hálfsmeykur bara hvað var ég að gera. Og
svo líða 2 dagar, þá hefur unglingaleiðtoginn í kirkjunni samband við mig. Hittum við eftir samkomu og sagði maður tala við þig og ég sagði já og svo þetta gleymdi ég og keyrði heim upp á Kjalarnes, nota bene, sem alveg hálftíma keyrsla. Svo hringir hann á miðnætti í heimasímann og segir, heyrðu, ég ætla að tala við þig og má ég koma heim til þín? Og ég svona, já, allt í lagi, veistu hvar ég bý? Ok, og hann kemur. Og hjarta fór að slá því hugsa með mér, ok, er þetta bænasvarið? Og hann bara segir, þetta hef ég heyrt og ég hef ágjörð af þessu og ég vil bara spyrja er þetta satt. Og ég sem hafði oft verið, sko foreldrar mínir, þeir eiginlega vissu að það var ekki allt í lagi. Þau hefðu spurt mig og þau hefðu í rauninni flett ofan af mér. En ég bara, að koma einhverja lygar bara ósjálfrátt sem voru alveg frábærar. En og eiginlega óhugnanlegt hversu góðar það voru. En þarna heyri ég mig bara játa þetta. Og hann segir við mig, mér finnst að foreldrarnir þurfa að vita þetta og ég ætla að bjóða þér tvennt, annað hvort að þú segir þeim eða ég. Og ég hugsa með mér, já, hann er betra að ég segi þeim. Svo sagði hann, gott, ég hringi á morgun á hádegi og ef þú ert ekki búinn að segja þeim það þá segi ég þeim það. Sem mér fannst mjög gott hjá honum, það hafi sett því. Þannig að þetta kvöld að þá svona játa ég fyrir foreldrum mínum það sem búið að vera í gangi og það verður bara algjör lausn. Og við tekur kannski nýtt tímabil í mínu lífi. Já. Heyrðu, við skulum aðeins stoppa núna að liti, fá lofgjörð og við komum aftur. Já. Christ alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless pain. This gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground, there in the ground, his body lay, light of the world, my darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his and he is mine. Komið sæl aftur, Ragnar heiti ég og þið að horfa á Kvöldljós og við vorum að fara í gegnum svolítið, já, svona smá sögu hjá þér. Já. Og það hefur ekki verið skemmtileg tímabil í ævinni þessi 2 ár. Nei, þetta var sko mjög vont, erfitt tímabil. Já. Á sama tíma svo sem sko, ég
var náttúrulega mikið með vinum mínum í menntaskóla og veist, fólk sem ég þykir mjög vænt og átti alveg ágæti stundir með þeim oft. Veist, ég segi það ekki sko, en mér leið ekki vel. Nei, út af gjörðum þínu. Já, og kannski aðalút af því að ég hafði fengið að kynnast því sem er svo gott, að eiga Guð. Veist, ég þekkti það. Og það ekki það að sko endilega það hafi verið svo mikil vanlíðan, það bara ég vissi hvers ég var að fara á mis. Ég vissi að og það og líka sko skortur á friði. Ég þekkti hvað var að eiga frið og þekkti hvað var að sko eiga Guð sem að leiði mann, eiga áætlun, eiga sko framtíða drauma með honum og ég fann bara að ég var fastur. En var þetta átakalaust að ná sér út úr þessu? Síður en svo. Og það sem í raun gerist, eins og segja ástæðan fyrir þetta tekur 2 ár, var svo að það sem að mín mesta martröð, það var að þeir flett ofan á mér. Já, og við erum búin að fara í gegnum það. Já. Og nú sem sagt byrjum við, nú förum við aftur og þú ert búin að viðurkenna þetta. Já. Og þá, hvað gerist þá? Já, þá nefnilega er svona eins og ég upplifi það sem ég óttaðist mest, það búið að gerast. Það sem að ég hræddist mest, það var ekki lengur ógn. Það að ég upplifði svakalega lausn í því og það sem ég óttaðist mest var að fólk sæi í gegnum mig. Það var það sem ég hræddist. Ég hræddist að fólk sæi ég er ekki betri en þetta. Ég er ekki yfir þetta hafinn. Sem er náttúrulega í rauninni sko sýnir mér það að ég kannski var stoltar en ég gerði mig grein fyrir og hrokafyllir bara. Og það sem að gerist er að ég allt í einu þegar ég frelsast úr þessum sko lygavafningi, því að allt mitt líf var bara blekkingaleikur. Sem að kannski kemur ekki nóg fram, þetta getur ekki gengið með lygum. Þetta nærist á lygum. Algjörlega, og sko ég blekkti sko fjölskyldu mína, ég blekkti, eða sko ég taldi mig vera að blekkja. Ég veit ekki, einhverja hafði örugglega séð í gegnum það. En ég var svona að blekkja þá og blekkja fólki í kirkjunni og meira segja þegar ég var með vinum mínum, þar var ákveðin blekkingaleikur líka í gangi. Því að þar sýndi ég ekki hvernig mér leið. Ég gæti ekki sýnt þeim að mér liði illa og þau kannski myndi ekki skilja mig. Eins og segir, og hérna, að ég sett áhyggjur af því ef einhver þeirra sér hana þátt sko, þá vildi maður ekki segja þetta allt fyrir ömurlegt. Veist, bara nú vorum við bara ekki vinir, en mér leið ekki vel. Og það sem gerðist svo var að þegar ég losna úr lygunum, og ég var komið með svo fullsattan af lygum, ég þoldi það ekki lengur, að þá kannski fór ég ekki öfgar með það, en það var bara sko, ég elskaði að segja sannleikann. Og ef einhver kom til mín og ég skynjaði að einhver hafði sko ranga mynd af mér, taldi mig vera betri en ég var, taldi mig vera andlegri en ég var eða eitthvað, þá bara leiðrétti ég það. og það hefur svo sem verið mér sko markmið, að ég finn hvað það er gott. Sannleikurinn, það má sko beina kastljósi á líf mitt og líf mitt er ekki fullkomið, en það er ekkert falið. Og ég vil frekar að fólk viti það að líf mitt er ekki fullkomið, heldur en ég þurfa að leika einhvern leik. Og ég vil frekar, og ég upplifði það sko, eftir að lygarnar, að losna úr því, ég vil frekar að þú hafnir mér fyrir það að vera sá sem ég er, heldur en að fara að leika eitthvað leikrit fyrir þig. Þú veist, ég get frekar sætt mig við það. Og hérna, þess vegna, ég hef reynt að temja mér það, og eins og sé, þetta er barátta, þetta er ströggl, að sko vera óþægilega heiðarlegur við fólk og bara, veist, opin bók. Og það sem gerist nefnilega í kjölfar á þessu er að því ég öðlast frelsi til að vera ég sjálfur. Og það ábygglega einhverjir predikarar sem að þætti það skrítin guðfræði að segja að þú frelsist og verður þú sjálfur og Guð mæti þér og allt í því fer bara háraður að lengjast og skeggið að síkka og fer að gangi í einhverjum hálfgerðum talibana-fötum. Ég allt í einu álita annar skipti með engu máli. Og þú veist, að þess að vera hrokafullt sko. Það bara ég óttaðist ekki álita annara. Og þú veist, mér langaði að safna hári. Þannig að ég safnaði hári og var með svona samúræ tagl lengi vel. Og þú veist, ég safnaði mjög síðu skeggi og fannst það skemmtilegt og þú veist, var bara í fötum eins og mér finnst það skemmtileg og það sem gerðist var svo merkilegt fannst mér að ég eignaðist sko dýpara samband við fólki í kringum mig. Og í skólanum mínum, til dæmis, ég las bara biblíuna mína fyrir allra augum. Það truflaði mig, ég les biblíuna, fólk vissi það.
og fólk kom bara að koma til mín og setjast hjá mér og tala við mig trúna og ég held, ef ég segi sjálfur frá, að margir hafi svolítið kannski laðast að því að sjá þarna einhver sem á frið, veist. Já, það hefur ekki leynt sér. Nei, það var sko, ég var ekki að leika neitt. Nei. Og ég held að það þrái allir þetta sko innan gæsalappa, sko ég upplifði það ekki sem sjálfstraust. Það var ekki beint sjálfstraust. Það var frekar sko, ég hafði ekkert að fela. Já. Þannig að þú veist, já, það er svo merkilegt. Og eins og sé, ég þurfti ekkert að fara að vitna fyrir fólki. Það bara kom til mín og talaði við mig Guð. Já. Og það sem gerist svo kannski framhaldið af þessu er að það er bænastarf í skólanum. Og ég held að hafi ábyggilega verið lengst í MH af öllum menntaskólum bænastundir hjá nemendum í hádeginu. Og ég fór að stunda það og já, og við vorum nokkuð mörg þarna og það var mjög skemmtilegt samfélag sem myndaðist. Við vorum þarna úr mörgum kirkjudeildum og svo gerist það einn daginn á slíkri bænastund að ég ætla að fara að segja alveg langarsögu það að við finnum öll okkur langað að hafa fleiri bænastundir. Og við vorum óskipulegar unglingar og áttum erfitt með að finna plan, en við ákváðum bara að hittast alltaf í hádeginu. Þannig að hverjum degi vorum bænastundir í hádeginu. Og Guð fór svona að nota mann öðruvísi. Og við svona fórum í trúbóðsátak í skólanum og allt í einu var ég bara komin á fullt þarf í því og ég var held ég sko 1 kvöld í viku sem ég var ekki í kirkjunni að þjóna. Og af því að ég hafði nú verið í einhverju veseni að það átti ég svolítið eftir einingum í skólanum. Síðasta árum mitt í menntaskóla tók ég held ég sko 56 eða 60 einingar af 120. Wow. En aldrei erum ég að það var einhvernir. Nei. Og var samt hvert kvöld að þjóna í kirkjunni. Þetta kannski, já, þeir Guðið mig, það var ýmislegt hægt. Og það má að taka fram að hluti af þessu var í sumarskóla, ég tók áfanga þar líka einhverjar 10 einingar. Og það sem gerist er þarna bara ég finn mig á nýjan hátt. Og minn staður er að þjóna Guði. Þannig ég fer að þjóna í kirkjunni aftur og bara vex í því og svo fljótlega, ekki mjög fljótlega en svona fer ég að predika unglingasamkomum oft og hef verið, sko eins og segi, ég er alinn upp í kirkjustarfi og fyrsta predikunum mín held ég að verið þegar ég var 14 ára. Hún var ekki mjög löng. Ég held hún örugglega 3 tímar en hún var 5 mínútur og allt búið, svolítið að segja. Og þakklátur og það kannski undirstrikar hvað unglingastarfið er mikilvægt, að leyfa krökkum að spreyta sig. Já. Og ég er mjög þakklátur fyrir það. Ég fekk að tala á unglingasamkomum og spilaði þar í lofgjörðinni og á þess að fengi beint tónlistargenið sko, en naut þess samt. Og boltinn svolítið fer að rúlla þarna. Og ég klára menntaskólann og sumarið að ég er að leita Guðs og ég er alinn upp við líka. Það var svolítið áhersla að endurkoma í Jesú Krist þegar ég var unglingur. Og ég bara, Jesús er bara að koma á morgun. Þannig að ég gerði ekkert ráð fyrir að klára nokkuð á menntaskólann. Ég hélt ég yrði aldrei tvítugur. Og svo bara allt í einu sko tvítugur, búið með menntaskóla og hvað ger ég nú? Og það verður svolítið krísa hjá mér og ég fer að leita Guðs. Og hann kynnir mig fyrir konunni minni. Hún birtist þarna sumarið. Og það var bara fyrsta skipti sem við sáum hvort annað. Var hún í kirkjunni eða? Hún kom reyndar úr annarri kirkju. Og Guð leiddi hana inn í Fíladelfíu og hún vissi ekkert að hverju og var svo sem ekkert mjög spennt endilega fyrir þeirri kirkju. Og svo gerist ekkert löngu seinna sko að við hittumst í fyrsta skipti og á þess að hafa nokkuð tíma að tala saman. Það var bara kviknað hjá okkur báðum sko. Ég bara, þarna er kona þín. Hún sér sko, þarna er maðurinn. Og það hafði nú, við giftum svo sem ekkert daginn eftir en það hafði áhrif að við höfum svona, spjallaði þessa, þú veist. Og við förum að kynnast, en á sama tíma er Guð svona að ýta mér til Belgíu. Og ég hafði látið mig dreyma alls konar heimsferðalög. En sko Belgía var alltaf landakortinu sem ég var svona, já þú veist, þetta er land svo sneiði framhjá, þú veist, hvað er merkilegt við Belgíu? Og ég sett biblíuskóla þar. Og pabbi hafði verið þarna, það voru svona einhver tengsl, svona ólíkleg tengsl. Og veist það, átt leið þarna og farið í kirkju og hitt fólk úr skóla og svona. En þurftur ekki að læra alveg nýtt mál eða? Já sko, skólinn var tvítyngdur á ensku og frönsku. Okay. Þannig að það var á ensku. Já. Ég hef nú ekki þorað að fara að læra hann á flæmsku eða frönskunni sko. Nei. Þó ég heiti ekki frönsku 100 í menntaskóla, mér hef ekki dugað. Nei. En þannig að það eiginlega gerist mikið þetta sumar. Eftir menntaskóla. Ég kynnist konunni minni og fer til Belgíu og er þar, sem sagt, einn vetur,
og við trúlóðum okkur veturinn og svo kemur hún, við giftum okkur svo sumar eftir og förum svo saman og hún fer að læra líka. Hvað? Guðfræði. Já. Og tókum bæði ég og það sem við gerðum var að BA-námið er 3 ár og svo gastu bætt við svona mastersgráðu á 12 mánaða gráða 1 vetur áfangar og svo ritgerð. Þannig að ég tók það bara líka og svo brann ég á frestunum með ritgerðina. Þannig ég fékk svona, hvað segir maður, framhaldsnámsdiplóma og nú er reyna að klára gráðuna mína upp í HÍ, fékk þetta metið þar og á eftir ritgerðina. Stefnið að klára hann einhvern tímann. Og sem, þá ertu hvað orðin? MA í guðfræði bara. Já. Þetta er ekki embættis prófið Það er ég bara guðfræðingur. Já. og þetta var mjög merkilegu tími. Og skólinn var... Og hvernig var guðfræðin í Belgíu? Þetta er skóli undir Hvítasunna-áhrifum. Jæja. Hann er eiginlega karismatískur Já. Hann er stofnaður af Belgum upprunalega. Og svo tóku... Verður þið þá að læra þá guðfræði eða... Já, þetta er bara guðfræði. Gráða mín heitir Bible and Applied Theology. Þetta er Biblía og svo, hvað segir maður, heimfærð guðfræði eða guðfræði í virkni. Já. Þannig að það var líka eitt. Ég hafði skoðað guðfræðina upp í háskóla hér. Og mér fannst vera svo margir áfangar sem ég kannski hafði ekki áhuga á, myndi ekki nýtast mér. Þarna er megin áherslan er Biblían og hvað segir maður, útlegging á Biblíunni og svo svona kenningaleg guðfræði sem skiptir máli í predikun, í uppbyggingu bara safnaða og í bara þessi kjölfesta sem að heilbrigð kenning á að vera. Þannig að það var áherslan Og það hefur heillað þig? Það heillaði mig mjög. Já. Alveg bara, og þegar ég var að læra þetta, ég trúði ekki að það væri hægt að læra þetta Þetta væri bara nám. Að bara kafa í Rómverjabréfið, það væri nám. Og ég er tungumála áhugamaður og þarna er boðið upp á að læra grísku og hebresku og það var eiginlega skylda á þeirri braut sem ég tók. Þannig ég tók 2 ár á hvoru, tala nú hvorugt en get lesið aðeins. Hebresku og grísku, bara biblíumálin Já. Og lestu þá það? Ég reyni að halda, það gengir betur með grískuna að halda henni við. Já. Og Ertu þá að lesa biblíuna á grísku? Ég reyni það. Ef ég er að predika einhver texta Já. og ég ætla ekki að fara að gefa það mynda mér ég sé einhver sérfræðingur í þessu en það er nóg til þess að ég get sest niður með Nýja testamentið mitt, lesið yfir það sem ég er að fara að predika og ég get pikkað út ef það eru lykilorð, ef það er hugtak sem er kannski notað markvisst en er ekki hægt að þýða þannig. Já, það er eiginlega það sem ég það nýtist mér. Já. Og hebreskan hún nýtist mér að því litið til að ég get flett upp í orðabók og ég veit að þegar einhver er að leggja út af hebresku og það er kannski ekki alveg nógu grundvallað. Það er alltaf hættan. Ég veit nógu mikið til að vita hvað ég veit lítið. Getum sagt það. Og þetta var svo mjög heillandi og það sem var líka heillandi var að af 90 dagskólanemendum eða hvað sem það var, það voru 36 þjóðerni. Já. Þannig að þarna var fólk var á öllum löndum Afríku, Suður-Ameríku. Þetta loðir við þig? Asíu. Ég velti fyrir mér, hvað er þetta Guð að senda mér eitthvað hitt? Hvaða tákn er þetta? Já. Og þetta var yndislegt alveg yndislegt. Að spjalla við horfa á bænastund og þar eru mjög heitir hvítasunnumenn frá Ghana. Eldheitir presbyterar frá Suður-Kóreu. Ég hélt hugtakið hvítasunnumaður er algjörlega afstætt. Þú hittir anglikana frá Afríku og hann er miklu meira brennandi en nokkur hvítasunnumaður. Mesti maður trúar sem ég hef kynnst, það var lúterskur maður frá Kamerún. Já. Og er núna held ég baptistaprestur í Kanada. Og þetta opnaði svo augum hans. Og alveg yndislegt. Og margar skrautlegar sögur sem ég get sagt þér. Það er annað þáttur. Það er annað þáttur. Belgíu þátturinn. Já, Belgíu þátturinn. Og þetta var mjög skemmtilegt. Og þarna myndaðist... Og konaðinn upplifði það sama? Já. Við upplifðum að þetta var mjög svona hollt fyrir okkur og þægilegt líka. Belgía er svona heillandi land en ég samt myndi kannski vilja búa ekki til langframa. Oft kölluð svona sveit Evrópu. Og maður kannski sér hvað við höfum það gott á Íslandi, tækniþróun og annað. En þetta var mjög mótandi tími. Ég til dæmis sýni náð Guðs, mér langaði bara að fara eftir menntaskóla og
bara kannski aðstoða einhverja kirkju á landsbyggðinni og bara fara í bréfaskóla eða eitthvað. Og svo sé ég núna upp á sjálfsagan að gera, hún eins gott ég geri það ekki, það hefði aldrei klárast. Og ég áttaði mig ekki á því hvað ég var innilega ekki tilbúinn að fara að þjóna. Ég átti eftir svo margt ólært. Þannig að þetta var mjög góður svona þroskatími og við lentum í það var bæði margt mjög jákvætt og margt mjög erfitt og komin ekki umhverfi, ég náttúrulega elst upp að vera barnabarn Einars Gíslasonar í Fíladelfíu. Ég hef aldrei upplifað það að koma nýr inn í kirkjuna. Nei. Það er fullt af gömlum konum sem koma og kissa mig og ég veit ekki alveg hverja það eru endilega. Ég veit það kannski í dag, en þá, það vissi allir alltaf hver ég var. Ég er mjög, svolítið í bómull þannig séð, og alltaf verið meðtekinn og notið svona velvilja. Að koma á nýjan stað þar sem að þú ert bara eins og allir aðrir. Og það var bara mjög gott og hollt og mér fannst það gott. Og að fá að predika á þess að fólk væri eitthvað að hugsa afa minn, það var gott líka. Mér fannst það þægilegt að sleppa við þá pressu. Og ég eins og ég segi, þetta var gríðarlega gott líka að fá þessa kjölfestu og þá áttaði mig á því hvað ég hafði mikinn áhuga á Guðfræði, hvað ég hafði mikinn áhuga á Biblíunni og þetta hefur líka bara skilað sér mjög í að ég vinn við að predika í rauninni, að leggja út af Biblíunni. Já, það er vinnaðinn. Já, og maður hugsaður það, ef þú ætlar að leggja þetta fyrir þig og ef Guð lofar þú hefur 30-40 ár til þess, 4 ár í undirbúning, það er ekki mjög stór biti, en manni finnst það. Ég segi 4 ár bara, verður Jesús ekki bara kominn? En maður hugsa bara til að elska áheyrendur sína, þannig að þetta er kannski fyrir því sem þetta hlusta og ert að hugsa það er til margir góðir skólar. Það sem að borin er virðing fyrir Biblíunni sem Guðs orði, samt farið í hana, þetta var akademískan hátt, það var engin afsláttur gefinn, engin afsláttur gefinn. Það var akademísk nálgun og það var krítískar spurningar og ég hef tekið svo kúrsa hérna upp í háskóla á raun masterstigi eftir þetta til að reyna að klára gráðuna mína og það var mjög hollt fyrir mig líka þegar það fann ég námið þarna úti var á engan hátt síðra. Það var engan hátt og eiginlega að sumu leyti meiri kröfugerðar, að sumu leyti. Þannig að það var mjög gott. Þannig ég mæli með menntun ef fólk treystir sér til og hefur köllun til. Svo komið í? Já, svo komum við heim, korter í hrun. Korter í hrun. Guði sér lofa, þegar við fyrir út var evran 75 krónur. Það var nú önnur tíð. Og þá skildi maður ekkert í því að fólki fannst maður hafa svo mikið pening. Alltaf var krónan bara á styrum. Og það kom sér vel. Ég held að Guð hafi bara haldið þessu svona fyrir mig. Og hún var nú orðið 90 krónur þegar við fórum heim og maður fann það skólagjöldin voru dýrari og þetta var ekki beint ódýrt nám en allt í lagi. Og svo bara fer evran upp í himinhæðir og ég fer bara að vinna, klára mína ritgerð. Svo segi bara inn á tíma og taldi mig rétt á fresti sem ég svo fékk ekki. Til mér undir ennþá hafa átt rétt á þessum fresti en það er allt í lagi, Guð er að stýra þessu. Og ekkert löngu eftir að við komum heim, þá hringdi ég okkur og ég er þannig, ef ég predika ekki með ákveðnu millibili, þá finnst mér eins og það er eitthvað vatn innra með mér sem fer bara að fúlna. Ég er svolítið þannig. Ef ég þjóna ekki, ef ég, gef ekki af mér, að þá líður mér illa. Þannig að ég kann ekki útskýra. Öðruvísi svo bara kannski bara hluta köllun, kannski ekki beint. Þetta er ekki að dramatískt og eldur í beinunum, en þetta er samt svona, ef ég þjóna ekki, þá líður mér illa. Og ég var svona farin að hafa óeirð í mér yfir þessu og við höfum oft beðið og hugsað hvað ég var að gera þegar við komum heim. Og við hugsaðum oft alþjóðakirkjuna í Fíladelfíu. Ég hafði predikað þar og við höfum komið þangað og kunnum rosa vel við Öldu sem að leiddi það og kunnum mjög vel við hana. Og fannst þetta skemmtilegur og þetta var mjög líkt því sem við vorum að koma úr. Við vorum að koma úr svona svakalegri flóru að þetta var svolítið heima Og svo erum við svolítið ég er hrifinn af því sem er svona kannski persónulegra. Þannig að ef ég get valið stóra og flotta samkomu eða litla og innilega samkomu, þá er mjög líklegt að ég velji minni samkomuna. Það er svona öllum öðru ólöstuði. Ég bara, og þetta snerti þann streng Þannig að það hringdi í okkur og við erum beðin að taka við. Og þetta var rétt fyrir áramót held ég og við tökum við í janúar. Hvaða ár? 2008, 2009 þá. Eitthvað svoleiðis, já. Ég man ekki alveg. Og
þannig að ef það var 2008 þá eru 5 ár, það passar þá. Það eitthvað svoleiðis. Og þá voru samkomur sko annað hvern sunnudag og svo biblíulestur hinn og það var svolítið þrýst á okkur að byrja strax með samkomur alla sunnudaga og við svo sem gerðum það. Og það voru fleiri, sko, þá fór fólk að mæta meira. En varstu þá fann að vinna í kirkjunni? Nei, þá starfaði ég var ég að passa gullforða Íslendinga á nóttinni. Það var næturvörður í Seðlabankanum. Já. Það var, áhugavert starf og skemmtilegt. Og mörgu leyti, góður félagskapur og og vorum alltaf 2 á nóttinni, sko. Og og þá var maður líka sá maður, alltaf komið heim, sko, að viltist maður, það komið mjög ný hverfi alls staðar. Og ég veit að það eru allir sem sáu fyrir hrunið núna, sko, en í alvöru talað við sáum ekki fyrir hrun, en ég hugsaði að það hlýtur að verða fasteignalækki. Þetta svo rosalega mörg hús. Þannig maður ætlaði alls ekki að kaupa sér, en svo breyttist það, sko. Þurftum að finna húsnæði og það var svo dýrt að leigja að við keyptum korter í hrun. En Guð sér fyrir og passa mann. En þannig við fórum... Og komuðu standandi út af því? Já, stöndum enn. Já, glæsilegt. Já, ég svo sem alveg opið fyrir að Guð gefi mér Víkingalottó vinning, en hann sér fyrir okkur og betur fer. En konan, fór hún að vinna eða? Já, og hún hélt áfram í námi. Já. Hún kláraði BA í Guðfræði og svo kláraði hún BA í bókmenntafræði og núna í mastersnámi í miðaldafræðum. Og ég bara dáist svo að henni fyrir, sko, hún skrifaði BA-ritgerðina sína á síðustu mánuðum meðgöngu og fyrstu mánuðum, sko, með strákinn okkar. Já. Og ég bara skil ennþá ekki hvernig hún fór að því og þetta var bara mjög skemmtileg ritgerð. Þannig að Guð hefur gefið mér, sko, kjarnorkuver með mér, sko, hún og það sennilega, ég svona hálfskautaði yfir það áðan, sko. Það var tvímælalaust á Guði gefið og svona kjölfesta til framtíðar. Já. Og maður nú bara hálfu maður annars. Og það hefur líka verið mjög ég áttaði mikið á því hvað var margt sem sko var ekki eins og átti að vera í mínu lífi og þá við bara viðhorf og svona kannski verið svolítið barnalegur að átta mig á því og meðvirkur og svona allt og góður að gæsleppa, sko. Mjög auðvelt að stjórna mér, mjög auðvelt að kúa mig kannski og ég er ekki að segja að ég hafi verið mjög kúaður en þessi elementi voru til staðar. Og það var einmitt, sko, ég held að hafa enginn hjálpað mér meira en, sko, kona mín að svona, og í kirkjustarfi, sko, það er dauðadómur fyrir kirkju. Ef leiðtoginn þolir ekki mótbyr, ef það er auðvelt að kúa hann, það er auðvelt að stjórna honum, það er bara, sko, ef það er ekki dauðadómur, þá er það ávísun á vandræði. Þannig að náðu Guðs kannski meira við sinn söfnuð en við mig, skilurðu, eða í bland, sko. Þannig að það var mjög gott, þannig það kom í beininni við meira. Og við komum heim og við förum að þjóna saman í Alþjóðakirkjunni og það var mjög, við vorum yngst í söfnuðinum og sko væntingar fólks til kirkju, sko svo ólíkar og fjölbreyttar og en þetta var yndislegt og nærvera Guðs, Guð sýndi okkur svo mikla náð. Og það er svo margir vitnisburðir og það er annað þáttur, tala Alþjóðakirkjuna og við höfum mikið hjarta fyrir þessu starfi og auðvitað blandast inn í þetta líka svona félagslegt, hjálpa innflytjendum, hjálpa mikið konum. Já, auðvitað, það kemur náttúrulega inn þarna. Já, maður þarf eiginlega svona að kynnast félagslega kerfinu, hjálpa fólki sem fær ekki atvinnuleyfi en sko er of heiðarlegt til að vinna svart. Og fær enga hjálp frá ríkinu því að þú sækir sko félagsaðstoð þá þarftu að skilja vottorðin að þú sækir framlenging á leyfi og fær ekki leyfi, þarft að fara á landi. Margt, þú veist, mörg bænasör og þarna mikill undirbúningur. Við höfum oft hlegið sko, það sem við höfum mætt þarna sko, bara þú veist, hvað er Guð að undirbúa okkur fyrir? Alls konar áskoranir, en líka sko gríðarleg blessun. Þegar við komum þarna inn, þá er söfnuðurinn hópur af sko kjarni af sterku bænafólki, fólk sem var ekki að koma því að það væri svo sko mikil umgjörð, bara fólk sem var trúfast Guði bara og það var fólk sem var trúfast Guði og bænafólk og þannig að við göngum eiginlega inn í bara sko besta umhverfi sem við getum gengið inn í og það eins og segja, það var bara mikið nærvera Guðs á samkomunum og mikið að gerast
og hérna starfið hefur vaxið mikið og svona það reyndar eðlisins samkvæmt, það er mikið fólk sem stoppar stutt, kemur og fer. Og við erum ennþá þarna, þó svo ég sé farin að starfa. Já, en svo gerist það og þú verður næstmest aðal. Já, næstmest aðal. Og það bara skellur yfir. Já, bara skyndilega. Já. Varstu í Seðlabankanum þegar það var? Nei, þá var ég að vinna hjá Securitas og þá var ég komin á stjórnstöðina hjá þeim. Já. Og var samt að vinna vaktavinnu og það gat verið erfitt. Að mæta, vera kannski á nætuvakt, vakna, koma heim 7:30 morguninn og þá fór ég náttúrulega ekki á samkomu klukkan 11. Ég bara kannski náði að vakna klukkan 1, fór kannski og predikaði. Gat svo ekkert sofnað eftir það og bara svo síðustu vaktinu kvöldið. Fékk stundum að fara í langan hádegismat á sunnudögum. Bara fór rétt fyrir 2. Var í einkennisbuxunum svo voru náttúrulega svartar jakkafatbuxur, skipt skyrtu eins og Súpermann, predikaði, fór svo aftur í vinnuna. Og ég var orðinn þreyttur af því. Já, og þarna ertu orðinn aðstoðar? Nei, þarna ég bara í Alþjóðakirkjunni. Og ég hef oft fundið það bara, nú tíminn búinn hér. Ég var í Seðlabankanum, nú tíminn búinn hér. Og þá akkurat misti ég það starf en þá fór ég yfir í Kringluna. Svo var ég, nú minn tími verið búinn hér. Og það var auglýst eftir umsóknum þarna, það var sækið það. Svo var ég farin að finna, já, nú þetta orðið gott. Og það er sem, já, ég fer bara eitt mann og hitti Vörð og bara spyr hann, er einhver séns geti komið hingað bara í hlutastarf. Mér langar bara að predika og fá að kenna og ekki vera að skjótast á nætuvöktum, þú veist. Og hann bara, já, bíðum að sjá hvað Guð segir og svona. Og þá var náttúrulega, ráðið í alla stöður. Og svo breytist það þarna haustið, kemur upp svolítið mál og þá hættir sá sem hafði verið á undan mér. Og það var svo sem ekkert margra ára fyrirvar á því, það bara gerðist. Bara 1, 2 og 3. 1, 2 og 3. Og þá ræða öldungandi það að þeir stinga upp á mér. Og það gerist þá bara 15. desember. Þá er ég ráðinn, en ég er ekki formlega ráðinn fyrir það kosið mig á aðalfundi. Já. Við erum svona safnaðar byggð kirkja, þannig að söfnurinn velur. Og þannig ég er kosinn þá, vorið. Og hef starfað síðan, Já. Herðu, nú eigum við akkurat 1 mínútu eftir og við ætlum að tala um framtíðarsýn. Já, Þú hefur 60 sekúndur í það. 60 sekúndur, sjáum hvernig mig gengur, stuttholur. Mín sýn er kristinboðskipið Jesú Krists, að gera alla að lærisveinum. Og ég hef bara tekið það sem að Bill Hybels segir og alveg bara greip það á lofti að hinn staðbundni söfnuður er von heimsins. Kirkja sem er heilbrigð, heilbrigðar kirkjur eru von heimsins. Og það er ekki bara mín kirkja, allar kirkjur. Ef við erum heilbrigð, þá erum við von heimsins. Stjórnmál munu ekki ná inn í hjarta fólks. Nei. Stjórnmál munu ekki leysa vanda samfélagsins. Fleiri lög munu ekki leysa vanda samfélagsins. Meiri peningar munu ekki, það vantaði ekki peninga fyrir hrun. Nei. Það var kannski þeir sem ollu vandamálinu. Kirkjan er vonin. Og mín sýn og minn draumur, það sem ég trúi að sé mín köllun, ef það er eitthvað sem brennur í mínum beinum, þá er það að fagnaðarerindið Jesú Krist fá að heyrast hátt og skýrt yfir þessa þjóð og að kirkjan sé trúverðug. Að við byggjum upp kirkju sem er til fyrirmyndar í gegnsæi fjármálum, til fyrirmyndar í siðferðismálum, að við séum bara trúverðug, við vöndum okkur og að við séum söfnuðir með lágan þröskuld. Að fólk helst að þröskuldin sé svo lágur að fólk það rúlli inn. Já. Og það á að vera þannig. Já. Og þegar þú kemur í kirkju þá heyrirðu orð Guðs boðað í kærleika, málamiðlunarlaust í krafti heilags anda. Já. Við segjum amen við því. Já. Herðu, bara þakka þér fyrir að hafa komið. Bara takk fyrir að bjóða mér. Já. Við bara Guðum að blessa þig og þitt starf áfram. Takk fyrir það. Sömuleiðis. Já. Ég þakka þér fyrir að hafa verið með okkur í kvöld og bið Guðum að blessa þig og býða í góða nótt.